ég veit að þið yðar í skínuna að fá að tala bankana. Já, sko, það sem nú málið það að ég hef... Blessaði bankan okkar. Blessaði bankan okkar. Ég skulum fá hérna á skjáin, það ég bjóð til yfirlit núna í morgun. Nú, það nú eitthvað... Að þú verið að flýta þér. Hvað þetta í gangi? En við skulum bara, sko, Landsbankinn var með 18 milljarða hagnað núna fyrstu 6 mánuðina, en var með 16 sama tímabili fyrra. Arion banki með 18,1 en taki menn eftir 9,9 milljarða í fyrra. Og Íslandsbanki var með 12,4 og var með 10,6. Þeir hafa með öðrum orðum aukið hagnað sinn núna á þessu tímabili 12 milljarða. Og það ekkert smáraði í prósentutalinu að fara úr 36 í 48, það næst í 25%. Það sem þetta nú bara rugglingslegt, þannig Arnar við ætlum kannski bara að taka þetta niður, þetta var eitthvað í þessu PDF-skjali þegar ég var þarna inn á PowerPoint, þetta skiptir í gjörðum máli, það mikill hagnaður og það kannski vekur mesta athygli hvað hagnaður Arion banka hefur aukist mikið, þannig að það sem ég gerði núna fyrir þáttina, ég fór aðeins inn á þetta og þar, ég núna með rekstrarreikning Arion og þar kemur ljós að vaxtatekjur sem náttúrulega auðvitað sem að fólkið horfir á vegna þess að vaxtatekjur banka auðvitað vaxtakostnaður fólksins og fyrirtækja. Þar hefur vaxtatekjur Arion banka hafa nefnilega minnkuð 2 milljarða en það sem vekur kannski mest athygli það það að vaxtakostnaður, taktu eftir því, vaxtakostnaður, vaxtagjöld. Bankinn að fjármagna sig betur. Já, það greinlegt að hann sko, ef við horfum á þetta, útlánavextir eru vaxtatekjur hjá bankanum, en hann þarf einhvern veginn að fjármagna sig og hann gerir það með því að fá innlán frá fólki og hann gerir það með því að taka lán einhvers staðar. Það ljóst að vaxtakostnaður, það að segja, maður spyr sig núna vegna þess að ég gef út tímariti fjármála ávöxtun, þar sem ég fer yfir reikningan og horfið þá á þetta frá ávöxtun einstaklinga, að vaxtakostnaður einfallega Arion banka hefur lækkað þarna 5 milljarða sem bara vekur athygli hjá mér sem gæti merkt það að ávöxtun einstaklinga inn í bankakerfinu sem að þeirra leggja að hafi eitthvað minnkað. Ef við bara förum svo aftur í þetta, nú það eru þarna aðrar tekjur líka hjá Arion banka upp á sem hafa allt í 5 milljarðar og maður bara spyr sig sko hvernig getur staðið, það er einhver eingreiðsla greinilega eitthvað sem það er undir öðrum tekjum. En við tökum líka eftir því að þóknanatekjur sem eru nú bankarnir lifa svolítið á því, að þar hafa þóknanatekjur hjá Arion banka hafa næstu aukist á fyrirluta þessa árs 2 milljarða. 2 milljarða. Og það er náttúrulega ekki smáræði og það er sem sagt þóknanatekjur og hérna bara já, og svona komissjónir sem þeir eru að fá. Já. Niðurstaða að fólkið hagnaður bankana núna í því árferði sem og við komum kannski inn á þeir stutt á eftir að stýrivextir eru ekki að lækka. Það er fullt af fólki orðið þreytt á því að það sé mikill vaxtakostnaður á Íslandi en við sjáum og segjum svo bankarnir eru að græða og eitthvað svona, en það þarf náttúrulega þá líka að rýna í þessi gögn. Hvað veldur því að bankar auka næstu 25% hagnað sinn á milli ára fyrsta helmingin. Og þetta bara vekur mikla athygli og við erum allavega búin að rýna þá í reikningin hjá Arion banka, hvernig þessi 10 milljarða aukning sem þarna hvernig hún sem sagt eða 9 milljarða Eitt bara vangaveltur kringum þetta sem tengist sko þessu mikla umræðefni sem að bankarnir hafa stundu verið hjá okkur, það þessi sameiningar, samrunnar eða yfirtöku, hvernig sem við orðuðu það, að sko eru bankarnir, þeir að sýna sitt besta, núna þeir að í ljósi þess að þeir að fara í viðræður. Já, þeir eru í viðræðum. Já, þeir eru í viðræðum að þeir séu að sko það er mjög margt í uppgjöri banka sem maður má vinna með. Ég er ekki að segja annað en að þetta séu prudent stofnanir, það er margt sem má vinna með.
þú kannski ræður hvernig þú tekur inn ákveðin einskiptis hagnað eða eitthvað slíkt og annað slíkt og þetta eins og í tilfelli bankar þeirra líka vera að ná hagræðingu í sinni rekstri, þannig að þeir eru kannski strax byrjaðir að hagræða eitthvað. Getur verið að þetta tengist í að það eru sameiningar framundan og menn vilji vera kominir í sko París-Parifötin? Já, eða í hlaupagallan kannski, sko, vilja vera fitt í hlaupagallan þegar kemur að því.